34 að verða 35 ára gamall. Verður áhvert að sjá Pablo bara í þessu hlutverki. Hann bara búinn að vera þessi 77. maður að koma inn á back og spila 2-3-4 mínútur í einu og svo út af. Hún bara frá að byrja leikinn og þekkir það hlutverk vel. Já, nákvæmlega. Það ekki nýtt fyrir honum, en hér klárt. Kristinn Óskarsson mættur út á gólf. Hann að kasta boltanum upp. Ég segi bara góða skemmtun, kæru áhorfendur. Þetta farið af stað. Þetta stóð Stjarnan. Það Stóla sem byrja með boltan. Basíl hér, kemur hann á Július. Það strax að fara niður á Drungilas. Frömmundur kemur með leik. Hér tapar boltanum Sendete og hann hendur honum, kemur honum hér á Jannis alltaf leið, fer á körfuna og kemur svo Haukarina. Ég skal lofa þessi, þetta var held í sama kerfi og Tindastóll spilaði næstum allar öllaleikir í fyrra. Diamond kerfi inn í póstum fyrir Drungilas og tvöföldurinn kom á saman stað. Ég fekk bara þessi að Þetta var mjög svipað, en þá var Jannis vissulega mögulega var hans að koma í hjálpina því að hann fyrir að spila með Tindastóll hér í búningi Stjörnuna og Jannis fær þetta ekki vel til að skora fyrsta stig heimliðsins gerir það og kemur Stjörnunni yfir 1-0. Það er spennandi að fylgja fyrir Jannis þessum pláss sem mun taka í þessari seríu. Það má sjá Baldur sýndi bara strax á spilin. Það alltaf bara hard tvöfalda aðkominn til Gílas. Það einasta skipti sem var boltinn til lokkinni. Magnús settur degi, settur höfuð Magnús allra á hringinn og slárar hann hrikalega vel. Bara á að sjá settur degi út í Magnús. Þetta verður barna. Mikið barna hér fyrir aftur niður og húnir til takta og Pablo Bertone beintri fram að dómara. Gat ekki verið með betra átsýn á þetta. Kjámið aftur hérna. Alltaf setur hana bara, kassa fyrir hann og þetta er þetta hér. Basíl á Arna, aftur fara hann á Drungilas. Hvað kemur núna? Basíl, Július, opinn, fer í skotið, kemur stólum í yfir. Frábælega neist hjá Stólunum, þeir eru vel drillar. Arnar alveg búinn að sjá þetta fyrir. Hér, vel spilað. Og Pablo, Gasic, Hilmar. Gæða, kemur boltan niður á Gasic, hann að tjekka Júla en það kemur Drungilas stík í hjálpina og Gasic hendur stórboltinn, gerir þetta vel. Ég setur deg, leggur hann út, Hilmar, opinn, upp í skotið, Hilmar, Smári, Henriksson. Maður sáhörður í óttaleikum með KR. Þar kom gamli góði Hilmar Smári. Það var mættur þar. Hér, það var Magnús, Július, aftur í skotið, nei, fyrir ekki niður. Jannis með frákastið, fyrir beint að stað. Jannis, allavega á körfunni, nei, kemur honum að setja þessi trefur sér. Kemur Stjörnuna aftur yfir, fyrir byrjunarleikmaður. Það var styrkleika Stjörnuliðsins leik og þeir gripið frákastið voru laðið af stað. 3 sekundur setna var boltinn komið tróðsli hérna bílum hraði. Mjög mikið íþróttamennska í Stjörnunni. Það er það sem þeir hafa fram yfir Stóluna. Alveg sannlega, Tævar Badmus sem eini sem myndi segja að vera íþróttamaður og algjörum præmaldri í þessu Stólalið. Badmus, nei segi ég, Basíl orðin 33 ára, Drungilas orðin 36 ára. Hér er Július allavega á hringinn og þetta er svo borta, Július út á myndin á það. Hingast er undir körfunni, 10 sekúndur eftir að skólu. Basíl, boltan inn. Það er í passi, kemur hann mér á Anna. Júliusson, hér. Anna breiður svo út og kemur hann út á Július, 2-1. Július lengst fyrir undan, þessi niður. Július árið. Hann myndin að þryggjast að lína hafa. Frábært skot og Július, ég var auðvitað Íslandsmeistari með Stjörnunni hér í fyrra. Hann að setja 60 hérna strax á fyrstu 2 mínútum. Gasic ræst á körfuna, neggur honum í hornið. Og Jannis á Saturday sem er stefst upp, nei, klikka og innleik ákast Trápandur. Magnús neitar hann alltaf á körfunni. Hér, Basíl, alltaf á körfuna, setur það niður, hugguleg. Frábær byrjun á Stólunum. Seppur Basíl í reðslan og bara beint á körfuna. Jannis, stoppa, húla, nei, fyrir ekki niður. Og koma Stólarnir með boltan. Basíl, upp í þristir, setur það framan í. Basíl fyrir hér. Við sjáum Stólarnir að hlaupa með þeim. Mjög hátt tempo og þeim líka þetta til að byrja með. Mjög áhugaverð. Hilmar hérna. Drungilas kemur hátt upp á hann. Og Pablo Bertone í horninu fyrir skotið. Gengur ekki. Flott vörð hjá Stólunum. Hann kemur hann á Július að byrja leik mjög vel. Július á vinstrendinni, fyrir inn í miðina, finnur
Strókinas með stert upp og Sálarnar heiklar vel. Sólarnir að spila óbóðstað vel akkur núna. Þeir eru komin 8 stigum yfir, 15-7. Stjarnan þarf núna að svara. Jannis yfir á Pablo Hilmar. Ok, Hilmar í hornið. Pablo með tóni upp í skoti. Nei, gengur ekki. Stjarnan að búið með 2 opin skot, 2 sóknir, ekki að detta. Basíl kraftbólinn á þeim upp í skoti. Nei, fyrir ekki niður. Algjörlega ófeimnir. Heldur sé skólan að stilla upp í sóknina síðustu 4-5 sóknir. Jannis inn í miðuna. Þetta mjög frábær vörn hér hjá Badmus. Basíl upp í skotið. Basíl setur þetta niður. Þetta kraftning hér í skólum. 87. Þetta eitthvað segir von. Það var nákvæmlega þessi stund sem í síkinn núna. Allt í gangi. Orri Gunnarsson að fá aðvörn hérna út inn á völlin. Dómarinn að heyra aðeins. Já, við skulum heyra í Baldur Þóra. Sit down. Listen. Hey, and stay focused, okay? This is gonna happen in runs. They had the first punch. It's fine. We just need to keep on going possession by possession. Okay, listen. Hey, listen. We have created 3 wide open shots. Hey, they crowd the pitch super much. Just be ready to pass it out. That's it. Other than that, we are fine. Hey, listen. Let's go fists and bring up the ball. Okay, let's go. 1, 2, 3. Á frábært fyrir á þessu leik. Dedrick Dion Basíl búinn að vera geggjaður hér. Hann er komin 8 stig, 3 af 4 með skotum. Þau frábært einstóðning. Þessi gæi mættur, hann er tilbúinn. 4 mínútur núna. 4 mínútur par. Það er svo 20 sóknir að leik. Þetta var algjörlega fram og tilbaka hérna. Og hvílík skemmtun. Nú komið að Stjörnunni að svara fyrir sig. Saturday kom með boltan upp. Saturday restina körfuna og treður svo. Baba. Hátt í körfunni. Óvinnsala frá tæknina í heiminum. Það er ekki skemmtilega að sjá þetta aftur. Þetta er einhverjum undirfnað á þetta réttlætt þetta. Þetta var bara, held ég, smá stælar í Saturday. Hífið sig þarna upp. Samkvæmt reglum réttlættir þetta, klálega tækniveitu. Hann er bara tekur tækniveitunni. Sama hérna opnuður bara gólfið fyrir Saturday og hann fór í árás á Finnan Daniel Dolenk. Ekki þekktur fyrir að vera sá lappahraðasti í tildinni. Basíl með vítið og þetta leikur honni. Daniel Dolenk og Davíð Skekks komir inn á. Munurinn á bekkjum þessari liða er gríðarlega mikill. Næsti maður inni á stjörnunni Bjarni Guðmann. Fróðilegt að sjá hversu lengi Baldur bíður með að fara róndra á liðsinu. Basíl á Badmus. Basíl aftur. Basíl og kemur á Davíð Skekks. Basíl ræðist þetta Luka Gassins. Stoppar upp í skotið. Nektur sér niður. Sá er mættur til leiks. Dedrick Dion Basíl. 10 stig er á fyrstu 5 mínútunum. Frábært. Gassins. Næst á kurvuna. Þetta næmt á Davíð Skekks hana. Liðsveit Lammaskólana, enginn hægt á þar. 9 hér. Og þetta er svona margt eiginlega viðbúið að Stjarnan geti fengið svona bara öldu af stigum hérna yfir sig og hér. Þetta hefði geta orðið einn rosaleg karvar. Arnar var búinn að kalla kerfið út, vissi hvað það var að gera, samt festist Dolenk á skrínunni þarna. Badmus kom eins og bjargaði sem bjarga var. Sjáðu hvað maður búpaði, það var rosalegt. Jesus! Það hefði, Saturday hann er hávaxinn með líka springi undir fótunum á sér. Það er Bertónum tekur boltan inn. Saturday kemur hann með hornið á Jannis. Jannis er í miðuna, Jannis. Luka Gassins fer ekki skotið. Jú, Perja hér. Setur hann niður, mikilvægt fyrir Stjörnuna. Gott svar hjá Stjörnunni, kom með 5 stig í röð. Hér Basíl. Kemur hann á. Dolenk. Jannis. Dolenk, hann komið sér hérna á kurvuna og þetta er mjög erfitt. Frábær völd hjá
sé manni snúa aftur yfir á vinstri hendina. Hann reynir bara að knúa sig til hægri og hann kemst ekki þá hann reynir hann samt hér. Frábærlega gert í svar hér hjá Stjörnunni. Stefán Deyja byrjar leik mjög vel. Ekki sendinganna hjá Luka Kasic, það ekki. Algjörlega byrjar allt varnarlega hjá Stjörnumönnum að ná stoppin og geta hlaupið. Þá eiga þeir í vandræðum með að stoppa Stólarnir. Þeir eru tilbúnari í það á uppsetnum á hálfum velli, í uppsettri sókn. Ragnar kom inn á í liði Stjörnustóls í fyrsta skipti í leiknum. Og sjá það, Baldur er ekki ennþá búinn að skipta hörður. Nei, það er 36 púls á mannskapinn í dag. Enda held ég að sé alveg mikið aldrei fyrir Stjörnuna að ná þessu fyrsta leik. Já, algjörlega á fyrsta höggin í seríunni. Basíl. Skeks hér, kemur með Jóra Basíl aftur, Basíl, ferðina, Basíl og Davíð Skeks opið, þeim fyrir ekki skotið, Ragnar opið, fyrir skotið, stuttur á maður og settur þeim með framkvæmstig. Hann á ferðinni. Já, Luka. Kasic, kemur með Jóra Jannes á körfuna, Jannes aftur leið og klárar hann fárlega vel. Nú kastar Arnar strax að koma til Gílas, já, leið all vörn við hringinn horfinn þegar Gílas fyrir bekkinn. 3 körfur röð bara upp við spjaldinn. Júlíus á orðanlega á körfuna og gerir þetta vel, setur þetta niður. Mikilvægt fyrir Stóluna, stoppa sér á Stjörnuna, stopp í gardið. Svo gaman að sjá Júlíus Orri spila þessi dag en hann fær sjálfstraustið frá trustinu sem að Arnar gefur honum. Nákvæmlega. Svo byrjun á alla leiki í vetur, bæði í Evrópu og í deildinni. Vassarðurni heldur sinna á Ragnar á ferðinni. Hann er komið með sér, Basíl á Ragnar, og þá hendur betra, 3 stig, nei. Og hér Mikkel Bartur frákstig, boltinn hendur að hendunum á Luka Kasic. Sannlega tempo. Þetta er bara fram og tilbaka hérna. Luka Kasic og frábært vörð, uppkastæmt. Þetta er stemmingsplay. Auðvitað Ragnar sem að... Flott vörð til Ragnar þarna. Þeir geta bara tekið kofa niður hérna, tróði þessu að náðan í ræðaflöpinu. Gerir þetta vel, vinnur uppkasti, Arnar á þessu að bolta. Þetta er uppbyrjað, Daniel Döling kemur strax aftur að velli. Ekki góðan mínundur í honum hér. Sérstaklega varnarlega, þetta var svona... Þetta þurfa að vera bara með Gílas í 30 plus. Það verður ekki átt marga svoleiðis leiki, bara einhverja í vetur. Þetta var Gílas. Luka Kasic. Komur miðuna, Bjarni Guðmann mættur inn á fyrir skoti, setur það niður, mikilvægt að koma inn á í fyrstu sókn og leggur niður skotinu. Sá er að skjóta betur þessi daginn. Bjarni Guðmann Jónsson setur þetta niður. Frábært með honum. 23-20, Stjarnan er komið aftur inn í dagina. Júlíus fyrir skoti, nei, fyrir ekki niður, Luka Kasic með frákastið. Kemur hann strax á Pablo. Pablo hér, Pablo, þetta var mjúkt. Hikalega mjúkt. Breyta skotinu í loftinu. Tíðan að Bjarni Guðmann og Gílas farnir að slást. Vá, þeir hefðu dottið það í hug. Vá, sástu? Já, ég sá. Uppgráður hjá dómarstjórum Gílas sem betur komur á Stjörnum að hljópa á. Hér, Gílas. Tímur yfir. Hér, Ragnar gerir þetta hrikalega vel og farið þessu bolti, vindan dæmt hér. Já. Bjarni Guðmann eins og er þekktur ákvæmt fyrir þetta. Er villugjarn. Já, það er skemmtilega íslenskt orð. Skiptingar á Stólunum. Það er búin að vera hvað? 6 skiptingar hjá Tindastól. Já, en þetta er gameplan í Arnari. Halda þeim ferskum meðan að Stjarnan er búin að gera eina skiptingu. Ég er búin að vera að fylgjast með að dómarstjóri Gílas hérna, hann er búin að vera star á Luka Kasic sem hljópa niður á hann. Hann er orðin rólegur núna held ég, en er Ragnar á vítalínunni. Setur það niður. Hér. Stefán Deyja kom aftur inn á. Og ekki skiptingar það. Fer þá stígur út. Tími er á vítalínu, setti fyrir víti. Klikkar setna, Bjarni, hérna tók hún Gílas stífum á honum. Pablo Bertone með boltan, steytir upp í Stjörnuna. Hilmar, Pablo hér, flottur setting og Bjarni næri að klára þetta. Og hér, Tæbo. Thomas Skref. Það er illa
að taka þarna Tævo fótaverki sem lendi á sömu löpp og hann hoppaði upp á semina hægri og hægri aftur þarna. Þetta skref og Kristinn Óskarsson sá þetta. Hérna á hitbolta. Þetta búið að vera svo hraður körfuboltaleikur Hörður. Það ótrúlegt. 24-22 hér, 2 mínútur eftir á fyrsta leik í dag. Bertone. Það er gaman að stóla fyrir alltaf bara að reyna að hlaupa með þeim. Jani Snær gengur ekki. Það er mjög spennandi og við vonum á frábæri seríu ef svo er. Pétur Rúnar mættur inn á, kemur neður á Drungilas. Það er hérna á milli maður. Drungilas í erfið skot, setur ekki niður. Drungilas búinn að geta komin aðeins í hausinn á honum. Já, Hilmar. Kemur hann út á Pablo, ferðir inn í teip. Hilmar í hóttinu, Hilmar opinn, Hilmar við skoti. Hansi náði að fara niður. Úr aftur og hér. Svolítið mættir. Kall opinn. Bartins 1-1. Kemur hann á Drungilas. Davíð Skeggs, Pétur. Óvaleginn, horfir kringu sig, fær skrínina frá Drungilas. Magna. Hann dæmt á Bjarna hafa villan með Bjarna óþarfa villur. Algjör óþarfa villa að vera að vinna í 2 mínútur Bjarni. Setja þrýst og fótt 2 villur. Bjarnalega einkoma. Akkurat. Algjör óþarfa að hann sýnir bara heldur í treyjun á honum. Auðvelt kapp fyrir dómarana. Davíð Skeggs kemur á villi og Arnar Björnsson kemur inn á. Talandi mann sem að hann finnst eiga inni. Arnar Björnsson. Algjörlega. 8 mínútur á hann. Pétur. Lengi kom bóttar minn. Ok, Arnar, beinti með skotið. Arnar, Þetta ekki niður. Pablo. Getur verið jafna leikinn eða komið stjórninni yfir. Pablo inn í miðuna. Ekki þessi dróðspann. Svakaleg varð. Það er eins og bara Sett þetta sé einhverjum svund sko. Gæinn er hlýp. Hann er 31 á sig. Já, en þá að hoppa svona. Já, þetta er svakaleg. Ég man nefnilega eftir Saturday Day svona þegar hann kom til Grindavíkur fyrir nokkrum árum. Nákvæmlega. Þessum hálfleiknum fyrir. Mér finnst hann ekkert sýna það neitt alltof oft. Svo núna bara er showing off. Setur fyrir víti niður. Fín byrjun hjá Pablo. Margir stjórnum smá stressaði við hvernig hann kem inn í það. Ábúst að mikilvægt fyrir stjórnum að fá góða mínútur frá Pablo Bertone. Smá ágjummerki að hann tapar boltan í völdum átti Sindri Arnar en hann hefur komið sér vel í leikinn og spilað vel þennan fyrsta leikunda. Jafn leikur. Allt jafn, 24-24, mínútu eftir fyrsta leikunda. Pétur á Arnar. Arnar hérna með þennan. Arnar í erfið skot. Pétur með gott frákast. Mjög erfið þarna hjá Arnari. Hilmar ræst á köruna. Hilmar frábær vörk á Tævo Bartonsson að mókar þessu burtu. Hér fær hann boltan. Tævo. Það komur svo hringi inn fyrir upp og vilja með myndun á það. Það var eiginlega Drungilas sem datt á. Er Gasic og ávilla hana. Þótti að lúka Gasic þegar hann fóru. Sæl ekkur hraðið maður. Kom og tilbaka. Fyrir upp og lagnar hana Konsberg að sömu hæð og Lúka Gasic. Pablo Bertone að fá einnig sína fyrstu bíld eftir 9,5 mínútur í annaði þriðja skipti sem við sáum. Tævo Bartons kom á annarkvæmt verja eða trufla skot frá stjórnumönnum. Frábæri að verja hringinn. Það verður mikilvægt að fáta seríun að verja hringinn á þess að brjóta. Gasic er uppvinni. Nei, klikka rík. Stjarnan gerir það að verja hringinn á þess að brjóta betur eftir öll önnur liði deildinni. Skólanir. Senda stjórnuna full mikið af vítalínuna á 6 liðbútum. Það er svona að treyja út af mjög vel. Það er enginn í hvoru liðinu komið 2 vitur. Hér kemur Lúka Gasic stjórnun yfir. Viktor Lúðvíksson að koma inn á. Það er mjög stóra línu hérna. Lúka Gasic og Janis Agrimanis. Viktor Bjarni Guðmann og Safli Bey. Meðanhæðin er 1.99. Já, það ekki? Ég myndi segja það. Það er alveg stórt körfuboltalið og já. Þetta er allt íþróttamenn. Já, þetta er allt íþróttamenn, já. Það er engin tankur allir á. Það er mjög áhuga. Það var bara möðs. Gíska hér verið skipt á skrín. Já. Og Pétur, Arnar.
Skrif frá Ragnari. Og Arnar með geggja plantrak fyrir við skoti, setur þetta niður. Arnar Björnsson, velkominn minn. Frábær harfa hjá Arnari. 7-6, Luka Gasic, hann er að koma sem ringir hérna. Luka Gasic poppar út, fyrir skoti, fyrir ekki niður. Og hér á stofandi bákastinu stað hér eftir fyrsta leikvölda í leik Tindastóls Stjörnunnar 27-25. Arnar getur verið mjög sáttur með þennan fyrsta leikvölda klálega og er að rúlla vel á liðinu sínu, ná að hlaupa og þreyta Stjörnumennina. Ánægilegt að sjá Viktor Lúðvíksson inn og hann mun klálega að spila líkbrut því þessari seríu komandi inn sem 7. maður, annar maður að bekk hjá Stjörnunni. Hann auðvitað var inn á lungað úr fjórða leikvölda, fyrstu framlík og annari framlík á móti KR og mögulega Ítlið blöðsinn á Vitturvandra og mögulega endist hann aðeins þar. Það er ekki koma ískaldur hér inn. Hér, mikið efni Viktor. Basíl, restina Saturday og Saturday gerir mjög vel. Arnar langar að bli partískotið, sjáu þið hér, Arnar Björnsson setur það niður. Þessi gæi er stórkostlegur. Ótrúlega taktari Sindri Garnari. Pablo Bertone, það er skrýt frá Luka Gasic. Gasic fært aftur, nettur honum í horni og sóknar við það. Það gerði Daniel Tónleik vel. Sortaði sér þetta mitt fyrir fram að Runisengin og tók hana. Luka Gasic er að fá sína aðvara villu hér. Já, nú fór hann að fara mjög varlega. Stjarnan var ekki vill í að fá marga leikmenn á 3 villur í fyrri hálfleik. Getur við brekka. Hér koma stólar upp í sól. 5 stigum yfir, 30-25. Basíl. Arnar fær hann, Arnar er að fara aftur í skoti. Arnar, ok, Á Ítsek. já, Stjarnan hennar það ekki, já. Stjarnan hennar það. Fullkomlega skiljanlegt hítjekki á Arnari. Stólars er búinn að spila á 9 leikmönnum hérna á þessum fyrstu mínútum og eigin þá Viðar Ágússon sem á bekknum hefði getað að spila á 10. Já, hér, Pablo og Luka upp í skoti, Luka Gasic, nettur þessu niður. Sjá, Luka Gasic er nefnilega líka góð þryggjasterskipta, ekki bara í að fara hægra endur og fara ringið 36 skipta í vetur. Þannig að Tólenk er á póstinu. Það er ringið tvöföldum hér, Viktor á móti Tólenk. Já, heitar að fara á vinstri. Tólenk er upp í skoti, gengur ekki, þetta er mjög þröngu allt saman. Legt svolítið hjá honum finnanum. Hér, Jannis. Og Saturday, opið upp í skoti og setur það niður og kemur Stjörnunni yfir. 30-30. Skilja hann alveg eftir, hann getur skotið fyrir undan, heldur betur Saturday, setti þetta niður, komið yfir þetta. Basíl, Viktor til varna, Basíl fyrir skoti, hann líður vel þarna, klikkar illa. Nú verður Viktor 1 kontest, náði að setja hendur upp á móti skotinu á Basíl. Jannis. Já, Saturday, Pablo Bertone, það fylgir honum. Hér, Saturday. Og skrítið setting. Pablo inn í miðuna, fyrir erfið skot, setur þetta niður, Pablo Bertone. Frábær leikafli hérna hjá Stjörnunni, komið áttastýrið, það er að stela boltar með það. Hann stilur honum Jannis fyrir beint á fennina. Jannis með Saturday með sér, Saturday. Og kemur Pablo Bertone, koma með inn í miðuna, hann hefur mjög að stoppa á þryggjastalínunni. Já, þeir eru alveg nokkrar svona sendingar sem eru að kvarta þeir hefðu bara geta beðið eftir boltanum speysa aðeins betur og fengið opið þryggjastaskot. Hér er Hilmar Smári að koma inn á fyrir Luka Gasic. Baldur hræddur við þessar 2 vitur sem hann er búinn að fá. Eðlilega. Og hér koma stólarnir, stillu upp hérna í róligheitum. Skottir niður og Daniel Tólenk. Viktor til varnar. Og svo eftir Hilmar Smára. Július inn í miðuna, Július kemur um að Raggi fyrir upp og setur þetta niður huggulegt. Það er gert þarna hjá jafnmyndurunum Júliusi og Ragnar Ákusinni. Og sending hjá Júla. Jannis, Saturday. Þetta ekki Júliusi. Spila á það, kemur á móti Jannis. Jannis rannst á körfuna. Jannis klárar það vel. Það er svo góður, það er ekki hefðsum á hringum. Það er svo mikið íþróttamennsku. Basíl. Kíla sér það strax aftur inn á getur bara ekki hvítan á lengi. Július sterkust. Þáttur hann hefur snúið sig hann. Já, ég finnst það líka. Verðist í lagi. En ég vil finna fyrir því þegar ég snúið sig.
pressa þarna. Þetta hann og Július liggur af og stólið það á boltanum. Þetta legg. Bæði skipti sem hann kemur á velli og kemur hann eitthvað svona glott á velli. Þau fyndi að vera skipt út. Já. Þú veist ekki hvort þetta glott sig. Háltaði eða og finnir svona gaman, ég veit ekki. Hér koma Stjörnumenn upp. 10-1 leikafli hérna á Stjörnunni þessu stundina. Hilmar upp í skotið, brotið á honum, færið 2 víti. Og svo hérna með dómgirtuna Stjörnumenn að allt sem þið vilja hérna sóknarlega stundina á stólavörðinni í mittlum messinni. Þannig að ræst á börjun á Dungíla sem hættir á seint að hjálpina. Villa. Já. Óspælt byrjunni á Stjörnunni í öðru leikuta. Stóraðinn aðeins með. Það er íðavertalega hvort þetta eiga að vera 2 skotið á gólfinu. Þau dæma 2 skot. Já. Stórarnir komið 5 stíð hérna á 3 mínútum, rúmt rúmlega. Svo var það stúkunni á Stjörnunni. Vilja fá aðeins fleiri úr Garabandunum. Já, það verður hérna leik 3 alveg klart að það verður fyllirinn. Já. Stjörnustúka. Já. Tala um þetta færi í ottaleg. Já, þetta mun aukast, stigmagnast. Það getur sem ekki stigmagnast mikið meira hérna frá heimafólkinu. Það er bara hvert sæti fullt. Og hér koma Stólarnir. Knapli 37-32 hér fyrir Stjörnunni. Basíl út á Július. Basíl aftur. Ragnar kemur í skríni. Basíl upp í skoti. Nei, fer ekki niður. Ragnar er að halda þessu lífi næringa. Jannis drifsaði búinnan og stoppar, nei, kemur hann ekki niður, setið deg, kemur hjálpun strax, Jannis og börn til Júliusi. Fílt Kosso var hann á Pablo Bertone upp í skoti, nei, fer ekki niður. Það er maður Dungíla frá hrókastið. Betra hann í skólunum er að halda frátegnum, gera það vel þarna. Basíl, Thomas Dungíla sem er í skoti, nei, fer ekki niður. Stóðum hann að kólna núna. Já, og Viktor að skila bara 8 mínútur hérna, sérstaklega varnalega. Það verið inn á í 4 mínútur og Stjörnumenn bara skora einu vítaskoti á þessum 4 mínútur. Hér, Hilmar upp í skoti, nei, fer ekki niður. Æðileg núna, köld. Hér. Basíl aðalega á körfuna. Vá, þetta var rosalega farnalegur. Hann hendi bara hann í, svarthóla. Það geta varið hringin þess að brjóta allir þeir gerði þetta frábælega. Jannis Agarmanis. Það takkir sér smá frí aðna en hér á hálfvelli, finnur setið deg, snýr og reyna að koma sér á vinstri hendina sína á. Það ótrúlega vel. Fáránlega vel gert og Arnar Guðjónsson tekur hér leikli, líst ekki á blikuna þegar Stjarnan er komið 7 stigum yfir. 14-1 leikafli hérna í Stjörnunni. Já, og það verður eitthvað svör. Stólarnir voru aðeins stjálfur hérna sóknarlega en við skulum heyra í Arnari Guðjónssoni, þjálfara Tindastóls hér mun að ræða við sína menn. Heyrum hvað hann hefur að segja. Hey, listen. Hey. Our ball movement, we're stagnant against them, okay? Pick on the weak defenders, okay? Number 24 is Hudson. We can roll against him. Hey, just be aggressive. Stop looking so much for the matchup. Just go and play. But listen, we got to get the paint touches and keep moving again, okay? Hey, we go fist 5. AD, Taiwo, okay? Give me Yulle hit. You go. You get it. Play with Yulle. See what we have. All right, and keep moving. Okay, let's go. Já, áhugavert leikli hérna Július Orri fór svona bara svolítið þvert gegn því sem Arnar var að segja. Já. Það ráðast á veikasta varnarmann sagði Arnar og þá sagði Júli að vera ekkert að pæla of mikið í því að vera að ráðast á veikasta varnarmann, heldur bara að láta leikinn svolítið flæða. Og svo sem bæði rétt. Já, algjörlega. Það er hættulegt að festast of mikið í því að ráðast á einhver mismunds sem eru heldur ekkert endilega til staða. Ég sé ekki mörg mismunds. Það er alltaf einhver slakasti varnarmann en það er ekkert endilega sem slagur. Akkurat. Og ef það Það verður að ráðast á Pablo Bertone, hann er verið að halda ágætlega. Það verður að ráðast á Viktor, hann er að halda ágætlega. Þannig að frekar bara að leita flæði, eins og Arnar sagði, þeir eru orðið svolítið staðir. Basíl. Þannig kemur hann á Barnus, Davíð Skekks hér, finnir ekki skotið.
Mun betra. Magnússon aðast á Viktor, Magnús sér. Og frábær vörn á Viktori. Gríms. Þetta var frábær vörn til Viktori. Impressive, hann bara lasa það með svo ofan bók. Viktor að koma. Sett ekki bara Baldur tristur hann. Vel gert. Hér Luka Gasic, opinn upp í skoti. Fyrir ekki niður. Hann upp í skotana. Hér, vittan dæmt á Viktor. Kleifaleg. Viðurkennir. Sem fættur 2006. 20 á árinu. Var að spila, hann ekki að spila í Þýskalandi. Jú. Kom svo núna á miðju tímabili. Það var í Bandaríkjunum. Já. Og kom heim. Var í engu hlutverki í rauninni litlu til að byrja með. En hérna svo sannlega. Hitta hérna á hælu. Það er hýtingu hérna milli Drungilas og Viktos. Já, það strættu við hvernig Drungilas stendur hérna. Og hér. Sílu Benni alveg sko flott vörn. Hérna á Kennar og Læti. Jájá, Drungilas er illa stendur. Já, það er ég er svona, maður hefur séð þetta áður. Þetta hennan svip hjá Adamas Drungilas. Og þetta er svona áhört að sjá hérna. Daniel Dolenk settur hérna hjá okkur. Það er brosandi að vanda. Það er í góðu skap. Skila vel, hérna Læti og Dettu Bjarni alveg óvart á hann. Alveg óvart. Rækja sig þarna saman vinnir. Félagarnir. Dómararnir ræða hann saman hér út á gólfi. Þannig að komast að einhverju niðurstöðu. Og Arnar skynjar þetta jafn vel og við og hann er að fara að skipta Daniel Dolenk hér innan fyrir Drungilas. Dæmt á Bjarnar Guðmann. Áhugavert. Hérna er að fá svona þriðji villu þá. Hérna er svona þriðji villu. Þetta eru vondafréttir fyrir Stjörnumenn. Jón Þór og Bjarni ræði þetta málið. Þeir af Vesturlandinu. Þetta komið hýttur að fara út af. Bjarni er ekki sáttur með þetta. Nei. Þetta er deginn koma hér inn á. Það er nú verið að saman að Bjarna þarna. Saman Arnar ræði við Drungilas. Tíu þriðja villa. 39-32. Július kemur á Arnar. Arnar hér gegn Bastóni. Rastin við hennar finnir Daniel Dolenk sem að blakkaði svona. Það er vel gert hjá Dolenk og Sildrigarnar að það finnast ekki ná að opnast á rúlinu. Stóru mennir tindastól. 39-34. Bastóni hér. Rastin á föruna. Bastóni nekkar um að setja þetta settið á hann. Setur ekki hér. Hér Gasic opinn upp í skotið. Luka Gasic sá að byrja hér með. Hann kom með 10 stig. Það er svo aggressíft krósatónir á Júla. Klippti setnið deginn í miðuna sem opnaði þetta skot til Gasic. Magnús. Kemur setja þetta í hjálpina. Hann er Dolenk, skref hefar já. Frýttan út fyrir tryggastælínuna. Skrefur þetta og ekki karfa. Þetta setur boltan aldrei í gólfið. Þessi hefur sem að Viktor ánæðar hana. Hér. Frábært, já, og þeir ánæðir með hann hérna bekknum Stjörnubennum. Eða frábær ykkur með 6 mínútur, mjög góðar 6 mínútur. Allt sem að Baldur gæti óskað þess að fá frá honum með hann fékk það. Algjörlega. Sem Æþór Steinarsson að gefa honum fögulegur á. En Saturday. Þeir bara í skoti og nálægt ég að fara neður, vildi ekki neður. Hér, stólarnir. Basíl, nei, Aldi Ballus og Daniel Dolenk er djúpt niðri. Kemur hann út. Arnar Björnsson upp í skoti. Nei, fyrir ekki niður. Svo er Baldur frákastið hver annar bolta. Stjörnubolti. Arnar er að reyna að skjóta sig í gang. Setti 2 stóra þrist á hann. Getur Rúnar hérna mjög mikil hreyfing á skólaleginu. Það var mjög mikið að skiptingum og hér leikjarteki á Baldur Ragnarsson. Tekur í leiklega þjálfari Stjörnunar. Það er sína menn. Hann er hérna við dómarna út á gólfi. Líka að tala Bjarna atvikið. Já, við skulum heyra hvað Baldur Þór hefur að segja við sína menn. Hey, if you have C-trigger and you're not picking it up, you have to call it out. Hey, let's just make sure we match up the right way. You got that? Hey, listen, I want this. Giannis here. Seth, bring up the ball. Ilmar. Then I have Luka. One time. No, listen. Listen. Luka here and Pablo here. Ilmar, speed. Ghost it. Don't set it. Seth, on the ghost. Attack to the left. Pablo.
it. Stay low, Pablo. Giannis, stay low so Hilmar has the space. Let's go. 1, 2, 3, start. Já, Baldur Þóra tekna Ghost-kerfi öðruvísi með ráðu brá, frábær í þessu aksjóni sem hefur verið svolítið að taka yfir síðustu árin í körfuboltanum. Það sem að þú hótar að setja boltaskrín en einhvern veginn svona svipur út úr í Ghostar. Þá er Luka Gasic, hann er byrjan leik mjög vel, mikilvægt fyrir stjörnumenn að fá framlag frá honum. Sjá hvort það virkar hérna á stjörnunni. Hvað að koma hérna á vinstrendina. Hilmar, Gasic opinn, Hilmar fyrir sjálfur í skotið, fer ekki niður. Arnar tekur frákastið, kemur hann á Pétur. Rúna stittur upp, fær skrín frá Daniel Doleng. Magnús, Óstjar á Gasic og Gasic var aldrei að fara brjóta á honum, vildi alls ekki á þriðvituna og nú mögulega stólun að fara að mótfa sig þetta. Algjörlega, þetta sýnir bara hvað það er erfitt að spila með 6 á 7 manns í svona mikilvægan leik. Pablo Bertone, það skrifir á samfélagi, Pablo Bertone er að koma sér á miðina, Pablo Bertone gerir þetta vel, setur þetta niður. Frábærlega gert Pablo Bertone. Það er hér 9 stig, 75-36. Magnús. Július. Július á skrínið, Július færða Július fyrir skotið, Július. Fór alltaf hringir að maður ána fyrir einhverju og kegir Arna mættur að stela boltanum. Kemur út á Magnús, frábærlega gert í Arnari. Koma hann að blundulegina, lættist eins og músinn, stala þessu bolta. Magnús, aðeins á Pablo Bertone, Magnús og hér Pablo Bertone, Kelsey. Rómar Vörn aðeins að hendur á boltan hana. Janni Sakaravanis á fundirferð, kemur hann á Gasic. Rautnast í spjaldið þarna á Magnús. En Íslenska stjörnumanna er bara svo rosalega. Hér, Pétur yfir á Magnús, Magnús fyrir sitt fyrsta þriggjarstæða skot, setur það niður, hæfa Magnús. Þarna á Magnús. Hér, staðan 46-39. Hilmar. Bertone þar hér. Hilmar enda Arnar á. Hér eitthvað læti á myndi Pablo Arnars. Ok. Já, byggað mann. Já, þetta er svona átt að vera. Núna Kristinn Óskarsson, hann er að dæma hann leik og munum eftir atviki fyrr í úrslitakeppni. Hann á ekki að hleypa neinu leikjum upp í neitt. Þessi blóð sem Magnús var rosalega. Það er svo góð, ég held að þetta sé annað eða ekki þriðja blokkið hans ef það er ekki skráð sem fyrir á hann að vega 3 blokk. Ennþá liðin upp hann að þegar hann blokkaði. Hér á Luka. Það var Arnar tekna hann tæknivillu. Tævo Magnús er komið 5 blokk. Jésús, 5 blokk. Já, Þá er að verja hringinn. Pablo Bertone setur nú víti. Munurinn hér 8 stig. 2 mínútur eftir að fyrir á leik. Já, stjörnunni komið 22 stig hérna á móti 12 stig Stóla. Stólarinn er takk. Tókur hann að sprettmástu á hann að smegna á að búa til. Komist mest í 12 stiga fórustu. Svo er það bara búið að stúast hérna. Hilmar. Saturday, ræst á köruna, Saturday, andan á ringin og vittan dæmt hér. Nei, 2 skot. Daniel Doleng lítur bara ekki við Saturday á löpunum og það er svo fjarri lagi. Leon, Saturday setur boltan í gólfið þá. Svo mjöðmyndar eru bara galopnar leið og Saturday setur boltan í gólfið. Hann hefur ekki fótarhraðan til að halda sig fyrir framan hann. Hann verður einfallega bara að stíga metir af honum eða þeir verða að finna eitthvað annað hlutverk fyrir hann varnarlega. Verið brasan þetta alltaf þegar Drungíla sest á bekkinn þá sjáum við Saturday að ráðast á hann trekk í trekk. Hér tekur hann á vítinu. Sjáum við bara á skiptingunum frá Arnari. Hann virðist ekki treysta Finnanum 100%. Sammála því? Sammála því, já. Það er svona skiljanlega líka. Já. Hinga til. Stólanur. Líso, 9 stiga munur, 48-30. Sýrtingur Arnar hérna í baráttuna. Fer í skrýta aðgerð hérna á Saturday, næst í frá stjónum. Það er í smá brasi. Hérna var að fara í skotið en ákvaði að senda hann út. Arnar á Magnús. Basíl. Basíl á Magnús næst framhörfuna og tínur með boltinu. Villan dæmt á. Síðasta villan sem að stjórnum höfðu að gefa.
við komum hérna kuða og var Saturday að fá sína fyrstu villu. Fyrstu villu ekki? Fyrsta villan á Saturday, já. Það jákvæmt fyrir Stjörnuna, þannig að ekki komin í villuvandræk. Batnus verður skot. Setur ekki niður. Giannis. Pablo Bertone, opinn í horninu og ekki niður. Sáum að Arna var tilbúin að taka leiklegana. Basíl kemur hann með á Gerts ekki bara að finna neitt skot en þá. Arna, Basíl að fara á þessu Giannis. Basíl í miðuna og villan dæmt og frábærlega gert hjá Basíl að maður. Ská mjöðminna á Giannis Agravanni þarna sjá hér. Hóttir aðeins í hann, þetta hárið til dómun. Nótar bara hægra hendra til að brjóta á honum. Hérna. Basíl gerir hrikalega vel. Ótrúlega vel klára. Basíl eiga frábæran fyrirháleik. Mjög góður. Basíl kom með 13 stig, getur bætt í 14. við hér. Orðið stigasti leikmaður vallarins. Klikkar. Og hérna á stólanni frákastinu. Og Basíl langaði að gleiða. Kemur hann yfir Arnar Björnsson upp í stemming. Skór! Setur hann niður! Þeim stegsveiflan á stólunum gríðarlega mikilvægt þar hjá Sindri Garnari. Vinkilegna aðeins niður fyrir leiklið. Settur steg. Pablo Bertone kemst á boltan. Pablo Bertone, ræstin Arnar. Pablo Bertone. Og kemur hann á settur steg. Fyrir upp og klikkar. Hér boltið fram. Basíl. Nær honum. Basíl fer ekki skotið. Það hérna á og hann komast endur inn og stígur út af. Já, vel gert að Hilmar hana. Hefðir stórt hefðin á að skora hana að refsa þeim. Bottaði sig bara hana á framönda, já. Fínvörð. Og hér boltan 36 sekundur eftir að fyrir hálfleik. Munar 12 sekundum á Skóvík og Leikvöku. Hér, Saturday. Líka að taka sér langa sóknina Stjörnumenn. Hann ætla ekki að fara í 2 fyrir 1. Nei, lítið. Hér, Pablo. Enga vill að gefa að vera bara ballega hérna í völdinni. Strungilas nær villuna. Strungilas að fá sína aðra villu og fá hér 2 skot. Þetta er dýrt. Stólar gríðarlega ósáttir með þessa villu. Fandur Strungilas hafi slegið í boltan, sjáum þetta betur hérna. Hilmar Smári kemur af. Hann með hann. Já, fer aðeins og aggressíft þarna. Fer klárlega í boltan en fer svo í gegnum hann og í Hilmar Smári einnig. Óþarfis. Á býða aðeins með þetta því að var ekkert sérstaklega. Var engin hætta. Fær Hilmar 2 víti. Klikkar í fyrra. Svona Stjarnan búinn að fá hérna 13 víti á meðan stólinn aðeins fengi 4. Hilmar klikkar á báður. Þetta vita að Strungilas. Mjög fín villa. Það var 1 skot. 15 sekundur eftir hérna fyrir hálfleik. Batnus kemur boltanum á Basíl. Basíl hér. 10. Basíl horfir á klukkuna og hér. Basíl inn í miðuna. Basíl dregur svo út. 3, 2, 1. Basíl fær bara opið skot. Nei, gengur ekki. Og Þetta er ekki Karva. ekki Karva. Og hér er fyrri hálfleik lokið. Staðan 48-44 í stór skemmtilegum fyrri hálfleik hérna Hörður. Já, frábær fyrri hálfleikur og góðu strettur hérna í lok. Annars tekur þetta hjá stólunum að ná minketa niður í 4 stig. Þetta verður frábær síðari hálfleikur. Já, við ætlum að skella okkur í auðsíkar og svo taka strákar. Mjög vel, +4 inn á vellinum. Og það er gríðarlega mikilvægt fyrir Stjörnuna. Þeir eru í smá villuvandræðum, Bjarni komið 3, Lúka komið 2. Þetta verður svolítið saga síðari hálfleiksins að stólarnir verða að vonast til þess að A. Stjörnuliðið þreytist eða B. að þeir lendi í villuvandræðum og þurfa að fara að rótera djúpt niður á bekknum. Og mögulega helst þetta í hendur þegar þú þreytist að ferða að brjóta meira og það geti bitið Stjörnuna. En hér er seinni hálfleikur farin af stað. Góða skemmtun, kæra áhorfendur. Það eru Stjörnumenn sem að byrja hér upp í sókninu og hér. Villan dæmt hér og brotrið á Basíl og Það var sko ríkhjalt Basíl í Hilmar Smára. Já. Komandi í gegnum þetta skrín. Slapp með það, stelur boltanum og þetta er bara villa Pablo Bertone. Spurning bara hvort er dæmi óþurftamannslega. Þeir fara líklega að skoða þetta. kemur ekki óvart. Já, að skoða þetta og sjáum við hérna. Já, Það er ekki að segja. erfitt að segja. Og við fáum líka að heyra í Kristni Óskarsinni, dómara, gjörðu svo vel. Við ætlum að skoða hvort að
síðasta villa uppfyllir skilyrði að dæma óorðamannslega villið þar sem að engin varnarmaður fyrir aftan eftir að spilum þetta bara vennilega, já. Ok, við erum að dæma villa 9. Við ætlum að fá þetta bara þessa kameru á hægt, þessu sömu kameru, hægt og stopp, við erum aðeins aftar. Tilbúin að stoppa og stoppa þarna, stopp. Aðeins og stoppa þarna. Ok. Þarna er dæmt villa á leikmann nr. 9 og hann brýtur klárlega frá hlið. Það er enginn á milli sóknarmannsins og körfunnar. Þetta er klárlega villa á aftasta varnarmanni frá hlið. Þannig að þetta mætir skilyrði að dæma óorðamannslega villu og við munum uppgreita í hana. Já, annað fengu það bara svört og hvítum. Rætt. Hér óorðamannslega villa. Stefán útskýrir þetta fyrir okkur sem setja heima. Basíl fær ég 2 víti og boltan. Arnar vildi fá að vita hvað okkur finnst. Já, ég skiptir engu máli hvað okkur finnst. Það er bara hvað dómarteymið sá út úr þessu og fengum rétta dóminn. Basíl klikkar á setja vítinu. Þetta heldur boltanum. Pablo var að fá svona aðra villu. Stólarnir. Arnar Björnsson. Basíl. Arnar losa sig, fær boltan. Arnar spiltar skriðinu, nekkar mót Basíl og hér er Július Galopin fyrir skoti. Setur það niður. Frábær sókn á stólum. Frábær fyrsta sókn á stólum. Galopin skot. Og sem að setja Day-sliti fyrir upp fyrir stunduna. Jannis. Jannis, festir nættalínuna. Og Hilmar stýður út af. Skor atbyrjunin sem að stólarnir vildu hér. Stoppa stjórnuna tvisvar og settir körfan hér á leiðinni í sókn. Fredrik, Díon, Basíl. Lestina Jannis að hann stoppa hann. Dregur svo út. Arnar, opinn hér, Arnar Björnsson. Setur það niður. Fín byrjun hér. Ekki byrjun hjá stólum einnig setna áleik. 7-0 sprettur hér á 1 mínútu. Stólarnir komnir yfir hérna. Hér, settur Day. Og klárar þetta vel. Stíf búinn að missa jafnvægið að maður. Settir boltan í spjaldið honni. Július. Fyrir á hægri hendina, allir á körfuna. Mörgjá, Sander Day. Og hér svo kastar hann boltana frá sér og hér slögsending og hér Badmus upp. Stíf búinn að setja niður. Sander Day var fljótur að þurrku þetta blokk með þessari slögsendingu. Þannig að þeirra Badmus ætla henn að fá henn gammal á endvonið. Þriðja villan að Luka Gasic. Þetta blokk, mann. Þessi gæi, hann er bara með höfuðið í hringhæð. Badmus á vítalínni, þessi leikurunni. Þessi byrjun er eiginlega fullkominn fyrir stóla. Algjörlega frábær. Sækja í þeim bæði varnarlega og sóknarlega. Sækja villur á stjörnumenn. Sjáum að gamla góða flæði í tveimur sóknum sem er að ná að spila hálfvelli. Oft flæði í sóknarleginum. Er að dreifa stjörnuvörnina. Ekki bara leita að stöðumismun. Hér stólarnir með 2 stiga fórstu. 52-50. Jannis. Jannis resta körfuna. Jannis andarlega. Jannis villa. Karva gó. Tæfa Badmus. Stælar nýjan og Jannis hristir þetta af sér og klárar þetta og fær vítað ekki. Klára hjá honum. Slegið í hausinn á honum. Setur sig á vinstri hendina alveg tilbaka. Sviflar í ofan í frábærlega gert. Já, Jannis Akravannis. Hér á svona gamla heimavelli. Það er í oddaleiki fyrra gegn stjörnunni. Jannis var í vítað ekki. Getur komið stjörnunni aftur yfir. Klikkar á vítinu. Allt jafnt hér, 52-52. Basíl inn í miðuna, Basíl upp í skotið, gengur ekki og hvað er þessi bolti næst í ofan í? Og settur Day, nær frákastinu, sendir menn í burtu, kemur honum að Jannis. Jannis hér, miðuna og rosalega erfitt og þetta var ótrúlega vel gert að setja Day. Það er ná að baka þessu honni. Sáttu vill fá sóknarvillu á Jannis Akravannis, vill menn hans íta frá sér þegar hann er að fara í þessar árásir.
Stjarnan komið yfir, hér, Júlíus og hér, Stífon stela hann á boltanum, Hilmar Smári, Arnar 7-6, Arnar Björnsson, wow! Þessi þristur, galinn yfir 2 stjörnumenn. Frábært skot, 5. þryggjastega Karvar. Það Sigtrygg Arnar í 8 tilraunum. Sjáðu hann og Pablo Bertoni, þeir heldur betur að slást hér. Saturday, opinn, fyrir skoti, nei, alltaf stutt þarna. Fínt veðmál hérna hjá Arnari, greinilega búinn að skipa sínum mönnum, bara skilja hann eftir fyrir utan þryggjastega línuna. Hér, Basílú, fór ekki skoti, Adamos Drungilas fyrir skoti, gengur ekki. Strákarnir töluðu það enn í hálfleiknum að Drungilas ekki með að vera mikið hluti af sóknarleiknum hjá stólum hérna. Það er að taka það móla sem bjóðast, setja ekki niður. Hér, Jannis Akaravanis. Saturday, Hilmar Smári inn í miðuna og villa dæmt, já, klár villa hann á Arnar og Hilmar Smári fær 2 víti. Bara árasalli Hilmar Smára, tók híkdrippið sitt á vinstri endinni, keyrði svo inn í miðuna. Klár villa hann á Sigtrygg Arnar. Arnar átti svona litla möguleika hann, sjáum hann að þristir frá Arnari. Koma hann 2 á fullri ferð út í hann. Hún er alveg saman. Já, skiptir engu máli. Kasta bara hærri upp í loftið. Hilmar hér, setur fyrra víti niður. Hilmar hér. Kemur, nei, ekki stöndin yfir og hérna fær Hilmar bara frákasti villa. Men hann er farið á snemma inn í dómarnir dæma þess að körfum af. Ekki hægt að skoða þetta. Þetta er ekki eitthvað hlutum. Það ættir að kanna eftir á. Já, nei. Sjáum það henni Drungilas. Þeir eru bara ennþá að kvarta. Arnar Björnsson upp í skotið. Gengur ekki. Og Drungilas duglegur hér. Og hér skóla á hann boltanum og villan dæmt á Arnar. Já. Skólarnir vildi fá villu hann á Luka Gasic. Það hefði verið hans 4. villa. Sama Arnar að koma hér á velli. Arnar Björnsson að fá sína 4. villu. Arnar Björnsson eins og að fá sína 4. villu. Það vinnist bara að fara í boltan hann á Luka. Arnar reynir að stoppa það, Lífi gerir það vel, en hann er svona 4. villu að vera hér á endi í upphafi síðar áleiks. Þetta er ágætni fyrir stóluna. Arnar Björnsson verið mjög líkur sjálfum sér í kvöld. Heldur betur. Hér, Saturday. Og kemur á Jannis. Þarna bakkaði Drungilas bara upp í körfuna til að láta Saturday ekki ráðast á sig. Hér, Gasic, neglur í hotni, frábær sending. Pablo Bertoni, galopinn, þessi, svo. Aukna konfekt, auka sendingin á hotninu, galoppi skot. Þessi aðlögun stólana í hálfleik er klárlega að virka. Já, Pablo Bertoni að fá hér í villuna. Já. 3. villan á hann, þá eru komið 3 á 3 villur. Já, stjörnunni, Pablo, Luka og Bjarni Guðmann. Sem henni, já, tekur. Skrifa aðeins þetta til hliðar. Já, svona næri ekki alveg að fá hann á kastan. Þannig að Pablo Bertoni opinn upp í skoti. Þetta var ekki eðlilega sendingi frá Luka Gasic í hotni var gegn. Já. Jannis með aukasendinguna á loft. Já. Náttúrulega gert. Já, þessi aðlögun hjá Arnar í hálfleiknum að láta bara varnarmenn sinna síga alveg af Saturday upp á toppnum. Mjög góð. Já, virka að hinga til hér. Basíl, Gex, opnast, fyrir ekki skotið. Drungilas inn að ráðast á Gasic. Drungilas og góðan snúning hér, það er ekki að setja þetta niður. Og hér, Pablo kemur á Hilmar. Hilmar Smári. Hæst hann á körfuna, Hilmar Smári fer upp og ekki vill að dæmt og þessi bolti af Saturday. Og sjá mér að Daniel Dolenk er að koma inn á hér fyrir Adamos Drungilas. Hann er búinn að vera að reyna. Já, ekki gengi honum alveg sóknarlega hinga til. Áhugavert þetta. Þeir eru konum með 4 stig frá þessum 5 stóru mönnum sínum. Svo lengt með lay-up í fyrirhálfleiknum á Drungilas einnig. 4 stig samtals. Þurfa meira framlag frá þessum 2. Sala búinn að reyna. Adamos Drungilas er 1 af 4 og Daniel Dolenk 1 af 2. Sem að Daniel Dolenk er -10 inn á vellinum meðan Adamos Drungilas er í +7. Það er klárlega stólum í hag. Halda Drungilas sem mest inn á vellinum. Hér, Adams á Júlíus, Basíl og hér gegn ekki, hann les bara sendinguna. Allt í gær. Hér, Pablo, kemur hann út á Luka og Daniel Dolenk hann að tekur á sig vituna. Hann er að fá sína 3. villu. Já, mögulega, ekki svona smá ófur villa hana hjá Daniel Dolenk.
Þau komir í skotrétti á næstu villu stjörnumenn. Hér, Stafford J. Erfið sendingarna. Hugmyndin ágætt að það að finna Luka þarna að Júlíus Orri sneri bak í playið. Sendingin ónákvæmnisverð. Steffi Basíl upp fyrir stóluna sem eru 3 stigum yfir, 58-55. Basíl í horni og Badnus verður ekki skotið. Badnus og fyrir hann á bolta. Já. Og þeir vilja að skoða hvað er búið að dæma hér villu. Já, það er að dæma villu á Saturday. Já, þetta er bara rétt. Já. Þeir fá villuna hér. Hans önnur villuna, hann. Mikið hætta að láta menn sína hætta öllu dómartöði. Hér, Júlíus upp í skotið, fer ekki niður og setja þetta með frákastið. Og Jannis hér, Basíl. Og trippar í. Nei, þetta sleppur. Já, hann vilja meina að hann hefur ennþá allur í miðju Arnar hana, en dómarinn er ekki sammála. Hér, Pablo Bertone, sendir menn í burtu, það er alltaf starfið og lengt. Pablo Bertone fer auðvitað fram í honum og hér enda setja þetta Dave með boltan. Hilmar Smári opinn í hotninu, nei, stötur. Hilmar, nei, frákastinu. Hilmar hér, aftur, upp í skotið. Nei, klikkar hann aftur. Það er eins og séu steypukippa í skónum á Daniel Doleng. Já. Hér, Davíð Skeggs, þarna, opnar skotið. Setur á skotið niður, Davíð Skeggs. Þetta tekur leiklir. Já. Og Baldur Þór Ragnarsson hér bregst við með að taka leikarstað 58. Allt jafnt hér í síkinu. Davíð Skeggs með sér fyrsta þrist hér í kvöld. Frábær skotmaður. Við skulum heyra í Baldur Þór Ragnarssoni, þjálfara Stjörnunnar. Just stay focused on the plan. Okay. They just made one transition 3. We stopped it now. Yeah. Get back into what we're doing. Don't lose your mind, guys. They will We score. are good. Let's go. Hey, listen. Both of these shots are good, man. You can make them easily, Hilmar. Second one drop. Yeah, that's not a good shot. Hey, listen. I'm being honest. Hey, listen. On the next one. Can we get horns? Giannis brings up the ball. Hilmar here. Set. Luka. Aggressive. Hilmar, ghost it, fly offset. Look at it, see if Luka has it here. Okay? And then we play. 1, 2, 3. Það eru fáir þjálfarar þessi betri í því að núllstilla sitt lið heldur en Baldur Þór Ragnarsson sveitingi. Hann er ótrúlega góður í þessu, Baldur Þór Ragnarsson, og sagði við Hilmar hafna, herru kallinn minn, þetta eru 2 góð skot og þú situr næstu honni bara, það er ekkert vesen. Aldrei eitthvað stress eða eitthvað panik. Nei, bara næsta play, áfanga. Allt hér, 58, Stjarnan sók. Jannis Akravan stillir fyrir Stjörnuna. Guðmann kominn inn fyrir Pablo. Luka hér gegn. Luka upp í skoti, Luka Gassins gengur ekki. Daniel Doleng með frákastið. Bæði lið bónus hér út leiklutan. Basíl inn í miðuna. Basíl dreifur svo út. Hér aftur, nei, það er skýring frá Daniel Doleng dettur, Júlíus, allan á körfuna, finnur hér Ragnar, og hvað tæmt hérna á, Hilmar Smári vill hann dæmt líka á Davíð Skeggs, já. Hilmar Smári náði boltanum. Bara fyrir Hilmar að komast inn í sendinguna á sér, vinnur svo boltan, með stjórn á boltanum þegar Davíð Skeggs leipur í baki á honum. Hér á Hilmar Smári, fær hann 2 víti. Já. Komir í bónus. Baldur Þór ánægði með þetta. Boltið beint í 2 vítaskot. Gettu Hilmar Smára. Hilmar ekki búinn með þessum besta dag sóknarlega. Hans kom með 6 stig, 7. 1,8 orðið í skotum. Hann verður það að fara að drífa 6 á vítalinu hinga til. Setur hér, 4. vítasett í leiknum. Klárlega lokarinn. Getum orðað þessu svo í þessu stjörnuliði. Gæði sem fær boltan þegar aftur undir, þannig að þeir eiga hann inni. Setur bæði vítin. Skiptingurinn. Viktor inn á fyrir Saturday. Viktor kom vel inn í lið í fyrri hálfleik. Þá erum við að sjá þetta skemmtilega line-up hérna. Allir yfir 1.95 í stjörnuliðinu inn á núna. Hér, Basíl. Aftur á Basíl lengst fyrir utan fyrir skotið, þetta er stutt og já,
upp í undirstöðun annars sem haldur upp í körfunum, þannig að það er út af. Þetta er önnur sóknin í röð þar sem þeir brjóta bara ekki þryggjastellínuna hjá stjörnuvörðinni. Það er að fækka þeim sóknum, stólarnir verður að fara í árásir. Illa, þetta er svo klauvalegt hjá Daniel Dolek. Er að fá svona fjórðu vill fyrir að ýta Viktori Lúðvíksson í skilum, fyrir svo bara hlæja þessu. Þetta er skrítið, já. Þetta er bara púra villa. Já. Þá olbán á lofti, undir höndum á hann og bara labbar hann niður. Og þau vítaskot. Já, þetta er Gíla skjöldina. Alltaf svona röngli. Aftur glottir hann við töln þegar hann labbar hér á velli. Já, hann er glaðbettur Finninn. Sinn sakaður mannað. Ég veit ekki hvernig þetta fer svona í stuðningsmennstólum þegar það er alltaf að fara glottandi að velli. Áþreifanlegur munur á sóknarleik og bara öllu Tindastólsliðinu þegar að Gílas er inn á eins og þegar að Daniel Dolek. Þetta er bara allt annað lið og varnarlega líka, sérstaklega kannski varnarlega. Ég sé það að þeir eru -9 og +7. Þetta er Gílas í vill. Tóma, Dólar upp í sók. Basíl kemur hann á, Davíð Skeggs, niður á Ragnar. Bjarni á trémillum. Fari árás. Hér Ragnari, frábært bótavinna. Og sætur þetta ekki niður, óbyrðama. Hérna aftur einn, nema að setja boltan hún í körfuna. Kvartaleikar hjá Bjarnar Guðmann. Hér Jannis inn í miðuna, Jannis ræst á körfuna, Jannis þessi leikur af. Hér Barda, Július eftir með boltan. Það koma stólarnir hlaupandi. Július Orri. Kemur hann á Ragnar. Heldur þessu lifandi, Július. Kemur hann Davíð Skeggs og hér, Július, 2 metrar hrutan, nei, gengur ekki og Gíla sterkur hér. Og vittan dæmding á Viktor í barðunni. Vítaskot. Það er bara 3 mínútur og 14 sekundur eftir þessum. Þetta er villa. Léttur rólar hana hjá Gíla. Aðeins. En ekkert til að kvart yfir. Basíl og Július Orra velli. Pétur Rúnar og Patmus kom inn á fyrir stólana. Gíla spar hér fyrir víti. Klikkar upp fyrra. Stólarnir eru 4 af 9 af vítalínunni hingað til leiknum. Setur setna, þeir halda sér í 50%, 5 af 10 núna. Þannig að stjörnumenn eru 14 af 21, ekkert frábær vítaskipti hér í kvöld. Þetta klárlega meiri press á hringinn, miklu meiri press á hringinn. Stjörnumenn. Hér, Hilman. Jannis gegn Gílas. Jannis Agravannis fyrir skoti. Setur það niður í grillið á Tómas Gílas. Það er hendin upp á móti sem Gílas gata þetta gett mikið betur. Vandarlega hana Litháen. Stendur getur upp. Ragnar. Patmus. Patmus ræsir á körfuna og fyrir erfið skot. Hilmar Smári með frákastið á hlaupa stjörnumenn. Hann er Luka Gassins með sér sem kemur á fullri ferð og kemur hann á hann. Gassis fyrir upp, klikkar. Viktor mættur. Það er ekki smókaði svoni. Hilmar möguleg bara til pari sjálfur þarna. Þrunga sendinguna niður á Luka Gassins. Hér, Skeggs upp í skoti. Davíð Skeggs. Þetta var erfið skot. Betur. Mjög hár erfiðleikastöð á þessu skoti. Já, Davíð Skeggs setur þetta niður gríðarlega mikilvæg kanna fyrir stólana. Komum sér í 2 stig. Hér, Gassins. Það er skrín og hér ætlar ráðast á Ragnar. Luka Gassins. Luka Gassins er aðeins lænda kemur hann á Bjarni verður ekki skoti. Bjarni kemur hann á Viktor fyrir upp, setur þetta niður. Frábærlega vel kert hjá Bjarnar Guðmann. Hann upp á 3 sekundur þarna, ekkert dæm. Bjarni Guðmann býr þessa körfu til fyrir Viktor Jónas. Vel kert hjá þeim félögum. Pétur á Patmus, Pétur aftur. Patmus hér gegn Jannis. Pétur er 8 sekundur eftir, ekkert að gerast. Pétur aftarlega á körfuna. Frábærlega gert hjá Pétri. Af öllum leikmönnum í stólaliðinu til að komast loksins á hringinn. Það var það Pétur Rúnar Birgisson. Frábærlega gert. Opnaðist bara fyrir hana á vinstri höndina. Setti þetta niður. Hátt af spjaldinu. Jannis Agravannis aftur, hann setti þetta á það. Hann setur annar hér. Jannis Agravannis. Sér stuðið. Við erum í stuði, konar aftur 5 stigum yfir.
69-64, Badmus og Villan dæmdi klárt má og Jannes líka, eða Viktor, veit ekki hvor. Og þannig að Badmus heldur hann í þungum árustri. Meðan þeir eru í skotrétti sérstaklega. Jannes að fá svona aðra villu. Þyrftu þeir að vera meira með Badmus á boltanum stólarnir. Kemst þetta næsta auðvitað á vítalínuna. Jannes leggur þessu niður. Alltaf fyrir að skjóta þessu nýbúinn að setja eitt mjög erfiðan. Hér. Vandíslega örfeldur í ennindagri Jannes. Badmus klikkar. Hér á fyrra vítinu. Stólinn halda áfram að vera, bara ömurlegir á vítalínunni. Setja 5 hérna niður af 11. Gott. Badmus gerir vel. Kemur svo niður í 4 stig. Bertone stillir fyrir stjörnuna. Bertone bolti niður á Jannes, Pétur í bakinanum og hér fyrir Pétur niður. Bjarni fær hann. Bjarni út á Pablo poppar upp í skotið, stuttur. Hér. Verður að ráðast, komir inn á ferðina. Pétur, Badmus aftur, Pétur vill að Badmus sé bara ráðast á körfuna, Badmus verið í skoti, setur það niður, Taiwo Badmus! Mikilvægur þessi, fá 2 fyrir einn líka, Taiwo Badmus. Hér. 13 stig Taiwo. Jannes aftur, Jannes sakar af Jannes. Nei, fyrir ekki niður og Bjarni gerir vel mögulega. Stólar fá einnig síðustu sóluna og kemur Basíl inn á. Basíl að koma inn á fyrir. Og Sigtryggur Arnar inni. Fá smá, svona firepower. Skipting. Aftur. Bjarni gerði allt sitt besta þarna þess að halda þessu lifandi. Bjarni óöfn hana. Nóg ekki boltan. Hér er lag fyrir Stólan að ná fórustunni þegar hann var að enda leikunduna betur. Algjörlega. Yfir 6 loka sók 3. leikunda. 18 sekundar eftir og Basíl. Hér eru 10 sekundar eftir. Hver ætlar að fá boltan? Basíl hér, Basíl gegn Jannes. Basíl splittarskýrinnu fyrir inn í miðuna. Saturday loka bara á körfuna. Fyrir skotið Saturday. Hann bara með dramatík. Við þurfum þetta. Þetta hlýtur að vera til. Þetta var rosalega. Bjarni, Arnar hann að brjála árið til Saturday. Sjáum þetta aftur hér. Lendir hérna á honum að Arnar. Mjög dramatískur en staðan hér eftir 3 leik. Hann ítur bara á hann, stemdi bara á hann. Já, mjög spenntur fyrir þetta færi ofan í. Og Arnar ekki sáttur. Og já, lét hann að velvalin orð Arnar. Já, það sýndist hann að vera F-bomba hann á Saturday. Arnar bregst illa við því. Það var ekkert eitthvað sorry en eitt þannig. Sveipur hann niður og svo bara F-bomba. En hér er 4. og síðasti leikurinn farin af stað. Og þetta er allt eins og við viljum hafa. 69-68 fyrir stjörnuna. Hér Davíð Skeggsson í miðuna. Kemur honum á Badmus á driflinu. Og Drungilas, þetta er þessi lifandi Drungilas hér. Og fer upp og klikkar. Bjarni náði að spila það vörðina á þess að brjóta klúfi Drungilas. Kláraði þetta ekki, það geta komið Stólorminn yfir. Hér, Pablo Bertone á Hilmar. Hilmar kemur hún, Hilmar ræðist að körfuna. Hilmar kastar hún bara út á. Líkur sjálfu sér hérna Hilmar Smári og Stóla fyrir að gera hann bara virkilega erfitt fyrir hunddeltan í gegnum þessi handoff. Stíga hátt upp á hann á boltaskrinunum. Það er bara að hafa áhrif á hann. Einn af 8 í skotum. Hér, Badmus. Alla leið, Badmus dregur þessu og kemur Stólinn yfir. 70-69. Þetta kveikt í grettismönnum upp í stúku. Pablo. Það er spurning hvort að þreytan fara að segja til sig núna. Nei! Engin þreyta í fótbolta á Saturday. Ég sagði hérna á hann, ég myndi ekki eftir íþróttamennskuna frá 2020. Fengur heldur betur myndir hérna í hálfleiknum. Tróð þar líka. Já, verður að minna okkur á það. Var að hendi vindmilu á Akureyri held ég. Hér, Július, allalega körfuna, klikkar, mjög erfitt. Hilmar á Luka Gasic. Dreifus út, Rexo, Davíð Skegg, Gasic út á Saturday. Hér, Bjarni opinn, settir hinum einn og setur annar hér, Bjarni Guðmann. Flott svar hér á stjörnumönnum. 74-70. Þeirra tveimur fyrir utan. Hér, Badmus. Sér, Bjarni, kemst
Vandarlega á hringinn, klikkar. Þeir eru bara klikkað undir körfunni. Og annar layupi sem þeir missa hérna. Hér, Pablo upp í erfið skot. Brotið á honum, fær rétt með víti. Þetta skýrst og hérna var ósáttur með þess að við sjáum að Bertone sækir snertingun hérna á Gex. Kastar sér svo tilbaka, ekki mikið í þessu. Þetta, já, skil Arnar að vera mjög fúlan yfir þessari villu. Aftur tróðstuna frá Saturday. Þessi af vonandi verða sem flestar svona. Það tróðstanir af Badmus og Saturday. Bertone setur fyrir víti niður. Hann með 5 stiga fórustu. Halldór Ragnarsson hlýtur að vera ánægður með gangmála. Setur hér bæði vítin. 6 stig hörður. Þólandir þurfa hann að koma með svar. Frábær leikamið í fjörðinni. Hér, Basíl. Og Drungilas opnast, Drungilas, hann elskar þessi skot! Nei, setur þetta ekki niður. Gex með geggja frákast. Hér, Badmus. Badmus dregur svo út. Hér, Július, Badmus fær hann aftur. Þetta ragur hérna. Já, hér. Og Badmus í vesinni, Gex, galopin! Nei, gengur ekki. Og Hilma með frákastið. Menn að ná stoppum núna, góðum stoppum hér, 3 í röð. Fyrsta þryggjarteskotið sem við sáum frá Admas Drungilas. Sýtur hver Arnar hérna kom inn á 4 villum. Pablo, Pablo hringinn, frábær vörn, já. No call hann var. Þetta var hansi vel gert og Pablo Bertone kom sér þetta fyrir inn á vellinum, tók frákastið og skoraði og kemur stjörnunni hér 8 stigum yfir. Arnar Guðjónsson bregst við með að taka leikli eðlilega þegar stólarnir líta ekki vel út hér í upphafi 4. leikluta. Og við fáum að heyra hér í Arnari ræða við sína menn. Þegar stólarnir þurfa að fá viðbragð akkurat núna. Keep playing, let's not stop. Let's not stop playing. Stay aggressive on everything. We're getting our stuff. Composure. Hey, we can do better defensively. Win your one-on-ones a little bit better. Come back and rebound. Okay? Hey, we run this here. KB, you're going to be here. Taivo is here. Arnar is here. Gex is here. Arnar set a high one. AD is going to flare. Didrik, attack it. Taivo, you can cut. Send this help in everything. Yep. You guys might be open. Hey, listen. And Arnar, you're flaring like down here. AD, step up afterwards. I will run it again. Keep running it. Arnar hér ræður sína menn. Jannis Akravanis verið flottur hérna í seinna hálfleik. Komið 14 stig, 5 öll skotum. 6 frá Gust og 5 stóðsningar. Hann er að fylla vel út í alla þætti tölfræðiskýrslunnar. Setja hérna 2 stóra þrista. Það verður ávöld að sjá stólan núna koma út úr þessu leikli. Grettismenn í stuð upp í stúku. Smá Jeff Hu hérna til að kveikja í mannskapnum. Stjörnum er líka í stuð upp í stúku. Þó sé aðeins færri. Það var samt stuð á þeim. Hér, Basíl. Basíl er galopið skot. Þessi Ronni, já. Skrítum Ragnar grótið á stjörnunni. Já, hann fá svona opið skot. Þetta er bara svo layup fyrir Basíl. Landaði bara neina óbúðan Basíl og þetta þessu niður. Mikið á karfa. Hér, Pablo Bertone. Bertone finnur sett þetta á rúlinu. Stoppar. Kemur hann út á Pablo Bertone sem fyrir skotið. Nei, fyrir ekki niður. Mikilvægt stopp hér á stólunum. Basíl. Skip 4 á 3. Gex í hotinu. Gex, opinn. Relocatar. Upp í skotið. Davis Gex. Setur þetta niður. Fullkomið svar hjá stólum hér til leikli. 5 stig á 40 sekúndum hérna. Frábært svar hjá stólunum. Saturday upp á topp. Kemur hann á Hilma. Þurfa þessum mann að halda núna. Hilma Smári fer í skotið. Nei, fer ekki niður. DJ-num á staðnum líka kredit. Þetta Jeff Hu-lag verðist að kveikja í öllu húsinu bara. Rátt Már, hér. Basíl gegn Pablo. Basíl. Frábært kantargenna. Basíl. Kemur hann út. Davis Gex. Fer aftur í skotið. Davis Gex. Nei, fer ekki niður. Og hér. Arnar. Arnar hér. Langar að prófa, langar að reyna. Nei, kemur hann á Drungilas sem er galopinn. Setur þetta niður. Kemur styrir 1 stig. Og Baldur Ragnarsson tekur leikli. Ennilega þegar stólarnir koma fljúandi hér í leiklinu. Eftir Arnar og Grettismenn. Renda að syngja Barfly. Er í 20 stuði hér. Vá, stemmingin í síkinu upp á 10. Fyrir skemmtur. Við skulum heyra í Baldur Ragnarssoni. Þjálfara Stjörnunnar. Listen, if they put Drungilas on Bjarni, then Bjarni is the screener. You understand this? Okay, you got that?
play, normal. Okay. I got Basil. Gilas. Hey, listen. Seth brings it up. Hilmar, behind. Giannis here. Good screen and through. Open-sided with Hilmar. Seth and Hilmar. Yep. Okay. 1, 2, 3. Eiríkur sprettur á stólum og ábyggilega mjög svona fullnægjandi fyrir þjálfara eins og Arnar og rétt á hann tók leikli þegar allt var einhvern veginn í stoppi eftir leikli komið liðið hlaupandi út. Algjörlega, gríðarlega fullnægjandi og við höfum séð leikli þjálfarna breyta þessum leik skipti eftir skipti. Baldur sagði í fyrsta leikli í leiksins að þetta yrði áhlaupa leikur. Þetta var gríðarlega gott áhlaup hérna á stjörnunni hjá stólunum, sjáum hvernig stjörnumenn svara. Saturday kemur upp boltan eins og Baldur baðum. Hér, Hilmar Smári. Hilmar. Og kemur hann út á Jannis. Jannis, hugsa það, það ekki skrínið. Hér, Pablo, þeir eru staðir. Eða ekki gengið upp að svona Baldur vildi. Pablo, þeir í skoti hér. Gengur ekki. Hilmar með frákastið. Mikilvægt frákastið fyrir stjörnuna. Hilmar í brasi, kemur hann auðvitað Saturday sem heldur sinn á einhvern ótrúlega. Luka Gassi sem í skotið. Setur það niður. Þetta var ótrúlega sótt. Alveg svo Baldur teiknaði og Sirka flæði Luka Gassic og Saturday fær stóðsendingu fyrir þetta rugg. Hér, Basil, út á Gex upp í skotið, nei, fyrir ekki niður. Því frákast hjá Drungilas, setur þetta niður. Og Jannis fekk hann að högg. Og Adomas Drungilas með hrikalega sterk frákast. Ótrúlegt að hann hefði ekki fengið villu á þetta líka, sýnist verið að fara í bakið á honum. Nei, mögulega ekki þarna, þeim síðan í. Þetta ekki villa, en þetta mjög vond. Ekki gott. Vond að fá olbúan á einhverjum vísi, en hvað hann heitir Adomas Drungilas. Ekstra harður á honum. Hér, Jannis, þeir á driblið, stoppar og rennur. Og hvað gerist hér? Er mikið læti boltan? Mikið læti hér. Mikið læti hérna. Og hvernig menn voru tilbúin að stöppa á boltan. Það mikið undir hér, tækjastega munur 80-79 fyrir stjörnuna. Börnin heisi hjá Adomas Drungilas á Saturday í þessum síðari hálfleik er búin að vera mögnuð. Saturday með 17 stig í hálfleiknum. Hann sko með 2 í síðari hálfleik og það var bara þessi tvösla sem opnaðist á rúlinu á hann. Hann sér Adomas Drungilas búin að halda honum í skefju. Það endursetja sig, mann fannst eins og að væra svona, aðeins að missa taktinn en svo ná hann endursetja sig og hér. Arnar með hann í jókaðan kominn í hálfleik. Viktor kemur inn á fyrir Saturday. Saturday fær hér smá kvíl. Áhugavert að Baldur tekja hann að öllu hér. Spurning hversu lengi Saturday situr. Hér. Mínútur eftir Pablo. Boltan. Það er skrif á Viktori. Pablo hér. Pablo. Ok. Pablo hér. Luka Gassic. Upp í skotið. Luka, þetta er alltaf stutt. Og hvað er þessi bolt í höndunum og Hilmar er aftur? Það sóknar frákast hjá Hilmar í Smára. Hann er að leggja eitthvað í púkið þó hann sé ekki að skora. Skrín. Jannis. Klárar hana. Aðeins önnur liðsvillan í þessum leikhluta heisi. Það eru 5 mínútur búnar á honum. Bæði lið að spila hörkuvörn en löglega. Þetta var snögg skipting, Saturday kom strax aftur inn á. Þetta var ein sókn. Þetta er með enda á sama sókn. Skipti inn út í sömu sókn. Hér, Hilmar. Það er skrif frá Saturday. Hilmar hér og hefur Saturday niður. Sigurður Arnar verður að vera passa saman hér á 4 villum. Ofta hér á Jannis. Jannis kemur hún niður, Saturday fyrir upp og þessi leikur hún í frábærlega klára. Hann greip hann valla en klára þetta saman. Líkur íþróttamæður. Hér. Fjagrastega munur. Batmus hér. Saturday til Barnar. Basil. Hér Basil opnar fyrir hann. Basil fyrir á körfina. Frábærlega klára. Já, Basil. Tók snertinguna, það náði samt að klára. Hann dansa svona fram og kláraði ekkert eðlilega vel og kemur munur niður í 2 stig. 83-81. Hér, Pablo og Saturday, Jannis upp í skoti, Jannis sakar af Jannis, nei, fer ekki niður. Og hér, ekki villa, bara villan dæmt á Saturday. Þriðja villan að hann. Hér geta stólunir jafna leikin eða komist yfir. Stjörnumenn í góðum villumálum hérna í síðustu 4 villar. Enginn komin á 4 villur, enginn á hættusvæði. Bara Sigtryggur Arnar og Daniel Dolengi sem við sjáum örugglega ekki mikið. Basil út á Gex. Púlar upp í tvist hér, stuttur.
Fínt skot hjá Kex. Skynsamlega Saturday að hægja niður. Kínas tekur á mótum og bakkar svo bara vel undir þryggjastarlínu. Þetta gott kerfi hérna. Hér, Pablo. Flott kerfi á stjörnunni. Luka Gassic setur það niður. Þessi gæi elskar stórskotin. Ótrúlega smart að setja þetta skrín hérna fyrir Saturday. Á vissu stólandir ekki alveg hvað þetta að gera. Opnast Pablo á poppinu. Vel gert. Hér, Badmus á Arnar. Arnar Björnsson. Mikið spritt í þessum leik. 10 og hér. Hvað er það að gera hér? Já, Arnar að koma sér á hringinn hérna. Arnar átt að leið. Þetta allt og auðvelt klikkar. Þetta var ótrúlega klikk og Arnar kemur haltrandi tilbaka. Það eru vonda fréttir fyrir stóluna. Þetta bara komur svo óvart að hann verið komin bara allalega í layoffið. Hér, Gassic, langa í skoti, fer ekki í það. Hér, Pablo. Pablo Bertone. Og hér, 8 sekundur, 7. Pablo ennþá með boltan. Pablo að dribla lofti úr boltanum, fer í skoti. Setur það niður. Pablo Bertone. Þetta var erfið skot. Í karma hjá Pablo Bertone. Kirkist verið sem þessi sókvarar rennundi samt þá býra hann. Það er eitthvað til upp úr engu. Pablo Bertone driblaði boltan að mugla 50 sinnum með nýsari sók og kemur stjörnni hér 7 stigum yfir. Við skulum heyra í Arnari, þjálfara Tindastóls. Arnar! Ivo! Jule, you're gonna be here. Daniel's gonna be here. Jule, go get it. Give it to him. Daniel, step up to set it. Attack the baseline, Jule. Hammer for Arnar. Look for him or him. Okay? You step out behind as I safety. So that's the offense. Lift it. Get up on them. Pressure them a little bit more. Get a little bit more aggressive defensively. Okay, let's go. Heyrðu í Arnari, þjálfara Tindastóls, Stjarnan hér með 7 stiga fórustu þegar það eru rétt tæplega 3 mínútur eftir. Við höfum séð stólana koma vel eftir leiku Arnari. Það er að hlaupa mjög áhugaverð kerfi hérna. Þetta er í hamarskríni fyrir Sýting Arnar sem hættar þetta tanki með fleri þetta niður í hornið fyrir Sýting Arnar. Sjá hann ef að Júli kemst baseline nættir loka á þetta og sé eftir stjörnunni Inn í miðuna á hér. Július fyrir ekki skotið, Július og hikandi kemur með Basíl sem fyrir erfið skot og setur það niður. Risastórt svar hér hjá Dedrick Díaz Basíl. Ekki alveg það sem að heikur heldur en Basíl setur niður stóra skotið. Hér Jannes tapar boltan með hvað. Hér Július og Badmus. Treður þessu. Fílið svar hér. Wow. Arnar ætti að taka svona 30 leiki í hverju leik. Já, Arnari að breyta liðinu svona að setja þetta á lækinn á fyrir Kílas og það er heldur betur. Kílas er hérna 5 stíg röð. Jannes, allt og stuttur. Spurning verður núna hvort það sé komið miklu meiri þreyta í lappinnar á stjörnunni. Algjörlega, búin að spila miklu fleiri mönnum hérna. Gætu þessar breytingar, þessar róteringarstólana að fara að skipta mjög miklu máli. Já, til hérna, hvað verður? Hér geta stólarnir jafna leikin eða komist yfir. Basíl, kemst að körfunni og kemur hann út. Nei, utan dæmt, já, hann sendi boltan. Já, hann heyrir ekki í flautinni hérna. Þau þarna inn í Basíl, þetta er eftir að dæmta á Jannes, já. Já, Jannes, Agravannes að fá sína þriðju villu. Nú er ekki komið 4 villur á stjörnunni. 5 með 3 villu. Aspirínaliðið og Bjarni. Mikilvæg sókn hér. Já, stónum, sáum tróði hjá Badmus. Ríkt í húsinu. Hér, Július. Basíl, finnur ekki skotið, kemur hann út á Daniel Dolang. Basíl fær hann aftur. Hér, Basíl, upp í skotið. Dedrick Díaz Basíl, nei, klikkar. Sáum hann eins Július. Arnar Björnsson upp í skotið. Úff, klikkar. Vá. Þessi, svona, hann líður þessi, hefði bara átt að delta körfuboltans vegna. En Stjarnan liður þetta. Hér 2 stigum yfir, 1,5 eftir. Pablo Bertone hér, inn í miðuna. Kemur á körfuna og... Var það löglegt? Já, það er löglegt og... Hérna, var þetta Saturday sem setur þetta niður? Vist þetta að veri Saturday sem að blakka þessu niður. Sjáum þetta aftur hérna.
Þú kannski regluna betur mér en Hörður. Sko. Nei, boltinn á leiðina af hringnum, þetta alveg löglegt. Kemur stjórnin aftur hér. 2 körfum yfir. Núna 4 stigum, 90-86. Fyrsti leikur sér að fá hérna þessi. Eins og það á að vera. Hér. Basíl gegn Pablo Bertone. Basíl upp í skotið. Risa stóra skotið og skotið það niður. Þetta nýja Basíl. Þetta 1 stig. Vá. Bæði lið eiga 1 leikliðni. Fullt af villum að gefa. Nóa villum að gefa, já. Smári mættur. Nei, setur það ekki niður. Hérna geta stólarnir bara komist yfir aftur. Basíl, inn í meðana. Basíl aftur á korfinu og setur það niður. Stólarnir yfir. Það kom aldrei að gera Alejandro. Lappa sjá lappirnar, bæði Luka Gasic. Per Helman, Andaleif, setur það niður. Þeir svara bara leik. Skrítið varnarleikur hótti á Tindastóli. Þeir byggust maður líka aldrei að við bara að taka leik. Ég held það. Aftur stjarnar komið yfir. Lappirnar Pablo Bertone alveg þarna. Basíl á Drungilas. Basíl aftur. Drungilas færar. Og neggur í höndin. Það er Gats. Upp í skoti allir stjórnir. Drungilas með frákastinn. Kemur hann út. Arnar í miðuna. Arnar með skotið. Broti Arnari. Það á gólfinu. Það er Kristinn. Eða hvað? Eða hvað? Nei, 2 skot. 2 skot. Þeir fengu skotið verður. Davíð Skekks opinn í horninu. Þetta er vill á Hilmar Smára Hárrétt. Sjá maður 22 sekundur eftir. Hér getur Arnar Björnsson komið. Tindastól yfir. Arnar, þetta er fyrstu vítin hans í leiknum. Þetta hefði mögulega verið sniðið til Baldri að vera með varnar og sóknarskiptingar vegna þess að Pablo Bertone, lappirnar hans varnarlega er bara búnar. Það sést náttúrulega. Og Arnar upp í skotið, setur það niður og jafnar leikinn. 92-92. Þetta víti er mikilvægt víti. Arnar Björnsson. Það er hérna. Auðvitað setur hann bæði vítin. Hann er annar en löppin líka. Haltar hann tilbaka. Hann tekur leiklið. Síðasta leikliðinu. Hvað? Nei. Leiklið, já. Leikið tekið hér á Baldur Ragnarsson, hann sér þetta leikli, hann líka bara hann tökur hann niður en að sigur leikni eða hvað, sjáum til, erum við Baldur Ragnarsson hefur að segja. Other ball, one offense, other ball, hide the mental game. Listen, Zach brings it up. Pablo, under the rim. Hilmar, same side. Where's the ball? Zach brings it up. Pablo, go under the rim. Zach is bringing it up. Okay. If they put someone else on Zach, then he brings it up. We got it. Now, Pablo, you're gonna get that same stick. Zach is going downhill with Hilmar open-sided. We got it. I don't care about time. We just need to score. Hey, whoever Taivo has is here. Taivo guy is here. Okay, we got it. Let's get it. Let's go. Let's go and get it. 1, 2, 3. Time, it's one offense. Our time. Áhugavert. Við séum Baldur taka fræg leiklega þarna meginn á vellinu með þessu húsi. Er þetta eitt af þeim? Mér er sama tíman, við þurfum bara að skora. Gefum sínum leikmönnum. Ekkert endilega einhver úrslit á hversu langt tíminn á að fara niður. Við þurfum bara að skora. Þannig að Hilmar Smári er að fara að fá hérna boltan í það sem heitir opið skrín, en það verður enginn á þeirri hlið. Hann á að fara í ásum. Sem er áhugavert Hilmar Smári, verið í miklu brasi hérna hengandi að leita tveira vellu utan á velli. Hér kemur Jannis, boltanum upp. Hér skilur hann hlutunum. Hér, Jannis breytir hlutunum. Settur þetta, Reðursteinn skora bara leik. Það komst ekki kerfi fyrir þetta. Nei. Skrítið fastið að pressa svona aggressíft. Hér Basíl, 13 sekundur eftir. Basíl, næsta korfin á þeir skora. Frábær villa. Það er svo innbúndar að það komið bónus. Þarna hefur Baldur getað verið með varnarskiptingu klára mögulega. Bara til að stoppa leikinn hissi líka. Fá skiptingu. Hringum eina 2 körur sittur meina 14 sekundum. Hér, Saturday, 7, 6, Saturday, ræsta korfina. Já, þetta er klárleika. Hann var réttu víti. Það maður gjörsamlega hamraður. Já. Og liggur óvígur eftir. Það var alvöru árekstur. Sjáum við aftur. Saturday, það er bara leið að körfunni. Já, þetta var rosalega illa hjá Taivo Batnu. Spurning, Jón Þór og Kristinn Óskarsson er að ræða þennan saman út af miðjum velli. Þetta getur, það er hægt að
segja í einhverjum heimi að þetta sé uppfylla alveg klárlega. Þetta sé bara excessive. Við skulum heyra hvað Kristinn Óttarsson hefur að segja. Það þýðir 2 skot fyrir Stjörnuna á boltanum. Þetta síðasta villa getur mögulega uppfyllt skilyrðum og orðumarslega villu. Við fórum bara á aðalkameruna og vennilega hrað. Ok, við erum að dæma villa á 5 fyrir okkur tegið síðan í áttina á honum. Við fáum þetta á endalínukamerunni og hægar, þarna já. Það reynir klárlega að mínum mætti bara venlega svo kemur hitt bara engar óeðlilegar hreyfingar. Nei, þetta bara nóg. Við höldum bara venlega villu, takk. Já, Kristinn Óskarsson, þið heyrðu hvað hann sagði, bara dæma venlega villu. Og hér. Já, bara venlega villa stendur og Seth Day er skottur hérna eftir þessi átök. Og hér fær hann 2 víti til að koma Stjörnunni yfir. Móti KR var það ekki, þar hafði hann líka tækifæri, þar splitta hann vítunum. Algjörlega. Arnar á leikli inni, þannig að ef hann hittir síðan þá geta skólarnir stoppa og tekið leikli. Ræða sín á milli. Hvað þarf að fara að skoða líka, að fara að skoða tíma, er það ekki? Það er aftur í skjáin eða dómarnir, það er líka að skoða tíma. Óþægilegt fyrir Seth Day að standa þetta vítalínunni, að bíða, já, þeir eru að steka tímanum. Já. Og flauti kemur hér, 4,6, það er nóg, flott takk. Já, það sýnist að hann hefði sagt 4,6. Já. 4,6 bættu 2 sekundubrotum. Já. Og hér fær Seth Day Úr víti. Að bíða lengi eftir þessum vítum. Og hér. Stór víti á Seth Day. Setur fyrra víti og jafna leikinn. 95. Ef að klikkar á þessu þá hafa þeir 4,6 sekundur til að hlaupa völlin. Arnar stendur inn á tilbúið með leikliðin sem hann hittir. Setur seinna víti og kemur Stjörnunni yfir aftur. 96-95. Því líka loka sekundur sem erum að fá hérna í þessu leik. En Tindastóll, þeir fá tækifæri til þess að stela, koma sér aftur yfir. Þeir eru 4,6 sekundur eftir. Skulum heyri Arnari. Hey, also, they have fouls to give, so... Yes, you're going straight up with 80, we're going to you, okay? This is going to be Dietrich, Julius, Taivo, okay? Screen for him, Jule. No, this is Gex. Jule, you're good. 80, make the screen high, you gotta chase him. Dietrich, you're going off a flare. He is pinning to the basket. Catch and up with it. Listen. Hey. But listen, yes, Dietrich. After this, Taivo is turning and you're coming back. That's the second option. So Taivo, you make the flip and then back on it. Let's go. Ráðast að sjá Stjarnan á eina vill að gefa, Hörður. Já, það er eina vill að gefa og það getur verið, það er það sem að Baldur þarf að taka ákvörðunum núna með sínum mönnum. Ætlar hann að brjóta, reyna og Pétur er að fara að kasta þetta hringi. Þetta er að fara á í áttakvörðunni. Ef ekki þá Basíla kom aftur út. Þeir ætla bara að reyna að klára þetta upp í hringin. Þannig að þá er erfiðar fyrir Stjörnuna að fara að brjóta. Hér, Pétur. Og hér kemur Basíl, 4-3, Basíl upp í skoti, þetta er Dío Basíl, gengur ekki og Stjarnan er að vinna á það leik. Þeir eru komin einhver, stela hér heimavöllunum. Þessi sigur var risastór, þvílíkur leikur, Hörður Unnsteinsson. Það er einhver sekundubrót eftir hérna. Það er ekki búið, þessum leik er ekki lokið, kæra áhorfendur. Hér dómarnir, Kristinn hleypur í skjáin að skoða hvort það er eitthvað eftir. Og Stjarnan á hann að bolta. Skulum sjá það, heyrum í Kristni. Við þurfum að fá að sjá þegar boltinn lendir á línunni hvort að tíminn sé runnin út. Og Briss, hóna, 0,5. Já, það eru 0,5 sekundur eftir og Stjarnan á boltan. Þetta... Já, og eiga ekki leikfið þannig að þeir þurfa bara að koma boltan minna. 0,5. Þetta verkefni er mjög erfitt hér fyrir Stólanarinn að fá okkur út í þessum leik.
Stjarnan þarf bara að koma boltanum inn og Stólana þurfa einhvern veginn að stela boltanum og blaka hann honi í leiðinni. Já, þetta vonlaust. Sjáum til, við höfum ýmislegt gerst í körfunni. Lúka verður að passa sig ef hann þarf að kasta boltanum eitthvað langt, þá þarf eitthvað að koma við hann. Janis er að biðja hann bara langan. Það er hættulegt líka. Ef enginn kemur við hann þá fá Stólarnir boltan á endalínunni. Þetta er hættulegur leikur. Mjög hættulegur leikur. Þeir eru að moppa gólfið. Sallarólegur í sötu saman. Þeir eru vel að fá annan seinni moppar inn. Það er blautt út allt. Þetta er langdregin endur. Já. Og við viljum bara, við vildum að væri bara einn leikur í viðbúta þessum leik. Þetta búin að vera leikur. Svo skemmtilegt þarna fyrir byrjun og undanúrslitum hér í bónusdeild karla. Já, allt klárt. Luka Gasic tekur boltan inn og Pablo Bertone kemur á fullu ferð, boltinn hérna fram og sterkur boltan og hér er leikur lokið. Stjarnan kemst hér í 1-0, vinnur hér fyrsta leikinn í síkinu. Þvílík frammistaði á Stjörnunni. Bæði Ægi og Orra meidda og sigra hér Stólana. Hörður því byrjun á Emi. Þvílíkur karakter í þessu Stjörnuliði að koma hérna í síkið í fyrsta leik og stela heimavöll.